Já, nú ætla ég að gera spá fyrir hrútinn, svona kannski restina af árinu eða eitthvað svoleiðis. Sjá hvað kemur hérna hjá okkur, hrútur. Ég ætla að byrja að fá svona energy sem yfir ykkur núna frá þessu. Fyrir hrútinn. Hvað er energy hjá þeim? Það er alveg fullt af energy. Komum nokkur spil. Og þið fenguð hérna á súpa Vision. Já, ég myndi nú segja að hrútur að þið eru svona svolítið að spá svona bara hvað er svona best fyrir ykkur og eitthvað svoleiðis, en við veitum náttúrulega ef að gera það, en það er svona eins og að vera, það er eins og svona ljóst, dökkt og svart og það getur verið kannski ykkur nálægt ykkur sem er kannski ekki á sama stað kannski og þið eða eitthvað svoleiðis sko. Eða þeir eru kannski að horfa á náttúrulega líka bara meira á sjálfan okkur og svona hvað við viljum með framhaldið. Getur verið eitthvað svoleiðis sko. Já. Sjá hvað kemur meira. Það er eitthvað þarna svona sem heldur ykkur saman, eða það getur verið samband eða eitthvað sko. Það er svona mikil tenging eða eitthvað. En mér finnst eins og bara dagur og nótt. Eitthvað samt í það. En já, fyrir hrútinn. Patient. Fá hérna Patient Knight of Pentacles. Það er eitthvað sem maður er líka að bíða eftir. Eitthvað. Já, þeir eru að bíða eftir, búin að vera svona þolinmóð með eitthvað svona nýja byrjun. Og það er bara eins og, já, þau þurfum svona svolítið kannski að halda svolítið í þolinmæðina, sko, að það er eitthvað svona nýtt að fara að gerast greinilega. Eitthvað komið inn hjá okkur. Þetta er eitthvað samt við peninga og nýja byrjun. Þeir kannski vona á okkur peningum eða eitthvað svoleiðis, getur verið. Það er kannski þessar breytingar sem þið getið séð svona framan á árinu að hlutirnir eru eftir að ganga mikið betur. Það er kannski búið að vera svona fram og tilbaka, en svona hrútur þá er eins og þið fáið 10 of Pentacles og það eru bara svolítið best af öllu sko. Og það er kannski ykkur finnst ykkur núna loksins vera kannski á góðum stað bara með sjálfan ykkur. Og það er það sem þið eru að plana náttúrulega líka. Skulum sjá hvað meira. Og mér finnst hrútur líka að þið eru svolítið bara núna bara svona svolítið í góðu jafnvægi. Þið eru búin að vera svolítið kannski svona ekki vita hvar þið eru, hvert á að fara, en það er svona fram á við er svona restina af árinu
þið eftir að finna meira svona tengingu við sjálfan ykkur af því að þið hafa kannski ekki verið alveg svona já, búið að vera kannski eitthvað svona eitthvað auka spilina þannig að ekki geta gefið ykkur nógu mikið fyrir ykkur, það kannski verið eitthvað auka stóra auka spilana það hefur verið svona eitthvað svoleiðis í gangi þetta verið eitthvað í fiskmerkinni kringum hjá okkur líka þetta fá hérna meira fyrir útinn næstu 3-4 mánuði svona hvað verður já það lækkar að síðan samband ef það hefur verið eitthvað óstabilegt samband í okkur þá er að koma nýtt svona tímabil sem að svona verður svona meira garantí skilur við það er að koma nýtt inn ef við erum ekki sambandið eða eitthvað fyrst þá er sko nýtt tímabil að hefjast í ástamálunum hjá okkur gæti verið svona kannski eitthvað í október og voðalega lætir í þessu set bara hérna New Beginnings Flute Sounds það er svo mikið svona ný byrjun hjá okkur út svo þetta greip mig það er bara svolítið ný byrjun hjá okkur það er bara þannig en það er eitthvað hérna líka að þú veist að þeir eru svolítið að gefa eftir skilur eitthvað það er eitthvað sem þeir eru að sleppa tökunum á með eitthvað og það gæti verið kannski einhver í ljósmerkinu sem að er kringu hjá okkur en það er eins og að segja að koma nýtt hérna hjá okkur í október eða þá einhver í voginni en jafnvægi núna framöndan í ástamálunum verður betra og það er líka fjölskyldumál og svona persónulega svona vandamál verða mikið betra núna í kringu júlí eða eitthvað slíkt því að það er eitthvað eins og þurfa að ganga í gegnum eitthvað svona sem er búið að vera svolítið eitthvað að halda okkur niðri og það er eitthvað svona eins og þið eru svona svolítið að horfa það á svona og hvað þið viljið laga og bæta inn í okkur og það er laga og svoleiðis. Og gæti verið einhverju líka í krabbamerkinu hérna sem er hjá okkur hrútur. Já, það er eins og að þurfa að sleppa tökunum með eitthvað, sleppa ykkur. Ég ætla að fá okkur stjörnumerki hérna fyrir ykkur hrútur. Það er sportryggi og hvað númer 6, gæti verið í júní, eitthvað samt við 7. Gæti verið krabbi og tvíburi hjá okkur. Það er vog og steingeit og naut. Hvað breytingar, hvað er svona að gerast hjá okkur á næstunni sko, sem að stendur upp úr kannski. 5 of Cups.
Magician. En það kannski eitthvað svona já, þið svona sleppið tökunum að þurfa að hafa kannski stjórn á ykkur eða þurfa að hafa eitthvað svona rétt fyrir ykkur eða eitthvað. Það eitthvað samt við það. Svona Magician eitthvað svona það sem þið hafi og geti gert eitthvað. Það eins og að það verður svona eins og að þurfa að fara svona yfir eitthvað hjalla að sleppa tökun á ykkur til þess að komast áfram. Þegar finnst eitthvað svona að vera stoppa ykkur af, en það svona já, eitthvað svona eitthvað samt við það. Já. Júlí eitthvað svona sambandið að það eitthvað svona sem eftir að ganga upp hjá okkur. Það eitthvað svona já, svona gæti verið farið eitthvað, gert eitthvað eitthvað svoleiðis, júlí, ágúst. En ég ætla að fá þessu. Já, svona restina árinu. Hvað svona mesta breytingin. Já, mesta breyting á þessu ári það getur verið svona kannski flutningur eða svona það verður svona sameining, union af einhverju sambandi eða þá að þið að fara með þetta lengra, það getur verið að fara að búa saman eða það fara eitthvað svona sem þið að creata saman og þetta svona eitthvað svona með fjölskyldinu þegar þetta eitthvað sem svona eitthvað mikilvægt hjá þér, Rútur, að blanda saman og svona gera þetta fjölskyldu. Það eitthvað svona svo mjög mikilvægt hjá þér, Rútur, núna að þetta ára verður svolítið í því að bara að saman að fjölskylda og svona og það svona einhverja fréttir sem að þú færið eitthvað sem eftir að lofa mjög góður og gæti verið að sé líka þessum eru single eða að sé eitthvað sem þið hafi á sem að koma inn ef það ekki þar núna. Sjá hvað kemur hvað komið 14 og leik. Það þessar breytingar sem þið eftir að sjá. Það eitthvað samt við, það getur verið líka þess að koma bætast eitthvað svona inn í fjölskylduna. Það svona eins og sameining af okkur svona. Þannig getur verið nýtt barn það svona líka og það eins og það eru 2 egg hérna, það getur verið það svona 2 eitthvað samt við 2. Getur verið líka að segja að bíða eftir einhver fréttir, það eitthvað samt við vorið. En já, Page of Wands fyrir Rútin. Three Wands.
Queen of Swords. Já. Það hérna eitthvað par hérna líka. Já, það hérna Queen of Swords og líka King of Swords. Gæti verið að þið bæði sé, ef það er í sambandi, ef þið eru bæði svolítið svona bara ákveðin og er svolítið svona logic og það reyna að hugsa þetta logic eitthvað. Það er svolítið svona djöfulur hérna, það er eitthvað svona sem heldur eitthvað sama kannski líka eða eitthvað, ég veit ekki. Eða það er svona mikið svona passion að ná einhverju svona það sem þeir eru búin að vera að plana saman. Og það er það sem að þið þurfum kannski að sleppa tökunum á mér. Ég veit ekki. Nei, ég veit ekki. Það sé að fyrir face og one setting. Það er eitthvað hérna. 3 of Wands. Fyrir 3 of Wands hérna. Já, það er eins og að, sko, það er svolítið svona kvíði og stress, sko, það verður svolítið svona þannig, svolítið, þú veist að, eitthvað gæti verið samt í vinnuna, það hefur ekki alveg svona, gengið alveg nógu vel upp eða eitthvað, og eða það, þú veist, svona, það sem er búin að vinna að, það finnst það ekki verið búin að, þú veist, fá nóg eða gera nóg eða fá nóg eða eitthvað slið, sko. Og hafa svolítið, verið svolítið svona í stressi eða kvíða eða eitthvað slið, sko, yfir það sem er að koma. Og það er eitthvað sem að þið þurfum ekki að vera í stressi yfir og kvíða yfir, af því að það er að koma þarna eitthvað, mjög garantí og öruggt til ykkar. Og það geti verið bara, hérna, að þið þurfum að taka einhver ákvörðun sem að kemur inn. Já, og það geti verið eitthvað í kringum júní, júlí eða eitthvað leið, sko, sem að þurfa að taka einhver ákvörðun og þurfa að taka hraða ákvörðun með eitthvað. Og svona hvað að gera. Það er eitthvað sem kemur svona eitthvað óvænt sem að svona setur eitthvað smá svona stress og kvíða hjá okkur. Hvort það sé að gera rétt eða hvað. Ég veit ekkert hvað er að segja. Hvað er þessu? Sexual energy. Döta vem. Creativity. Já. En árið verður svolítið mikið í skemmtun og gleði og svona kreita búa til eitthvað saman. Gæti verið eitthvað hérna 39 ára líka. Eitthvað hérna, eitthvað saman til 2005. Það er eitthvað svona sem er að
þeirra plana sem að verður á veruleika og það gæti kannski dregist aðeins líka og það gæti verið líka barn líka og það gæti verið eitthvað verkefni sem að er að plana sem að hefur dregist. Það er eitthvað svona sem hefur komið upp og sem að að delaya en svo ekki þetta svona restina af árinu sé þetta verða veruleika. Þetta er alltaf að koma og það er svona það sem að þið eru búin að sjá fyrir ykkur svona það er eftir að verða veruleika. Þið eru svolítið svona að halda bara þessu balansi og komast yfir þessa hræðslu og kvíða yfir það nýja byrjun eða það sem þarf að taka. Gæti eitthvað verið sambandi við spil eða leiki eða eitthvað svona það er eitthvað svona kannski eitthvað svona einhverja í kasínó kannski eða ég veit ekki. Númer 21. Já, mér langar að reyna að fá svona hvernig breyting að verða á restina af árinu. Svona hvað er að koma inn sem stendur upp úr. Já. Eitthvað samt við húsnæði eitthvað það er eitthvað sem að getur verið kaup á húsnæði eða það getur verið líka svona eins og svona veisla eða eitthvað sem að stendur eitthvað sem að þið eru búin að vera að bíða eftir. Gæti verið þess vegna gifting eða trúlofun eða svona þetta gæti verið bara að fagna einhverju. Það er eitthvað svona sem þið eru búin að vera að bíða eitthvað svona eftir og geta svona, það er eitthvað þið þurfum svolítið að setja eitthvað pening út eða eitthvað, það er eitthvað það verður eitthvað svona, eitthvað verður að gefið eitthvað, það kemur óvænti peningur þarna upp líka. Svona getur verið eitthvað samt við september eða eitthvað Getur verið ný vinna líka, breytingar í vinnu. En það er eitthvað sem er eftir að klæða ykkur og það gæti verið líka eitthvað svona í apríl. Sem að fá fréttir. En svo getur orðið á veruleika eitthvað svolítið við september kannski eða ég veit ekki alveg. Það fáið líka þið fáið 156 englanúmerið ykkar og það er svona það stendur upp úr finnst mér breytingar á sambandi við vinnu. Það er svona vinnutenging eitthvað nýbyrjun. Þetta verður búið upp og eitthvað nýtt starf eða breytingar eitthvað í vinnu dæminu. En svona yfir allt þá er svona, er bara allt gott, þannig sé. Gæti verið það sé kannski eitthvað í kringum eitthvað sem hafa verið svona að draga aftur að okkur sem að þeir eru svona nýbúna kannski að taka eftir. Það er eitthvað sem heldur í ykkur sem er að stoppa ykkur af eitthvað.
var líka eitt hérna. Þessu er komið mikið 25, já. Það er mikið svona nýbyrjun og svona svo í gangi hjá okkur. Break up separation, stop the pattern. Það er eitthvað sem þið er að breyta líka þessu ári. Það er eitthvað, gæti verið þessum addiction eða þá svona það sem að er að mikið að spá svona hvað þið þurfa að laga í kringum hjá ykkur til þess að hlutina ganga betur upp. Og þetta þarf ekki endilega að vera að breyka upp í sambandi en það er eitthvað svona sem maður þarf að laga og það er það sem maður stendur upp og kannski líka. Og hérna fyrir ykkur líka hlútur Mirror, treat your body like the Palisades. Já, þið er að taka ykkur svolítið í gegn svona fara að sjá ykkur hvað þið þurfa að gera fyrir ykkur svona sem er að gera gott fyrir þér. Það getur verið bara, úst, já, svo þetta, reflection, úst. Þetta er svolítið þannig. Árið kannski að vera svolítið mikið að svona, úst, sjá hvað er að borða og hvað er að setja ofan á ykkur og úst, gera svona heilbrigðar ákvarðanir. Og þegar, já, þetta er eitthvað svona, úst, að make the change, gera eitthvað svona góða breytingar. Það er svona yfir það sem er hjá ykkur og það er svona, gæti verið þessi svolítið svona, já, ok. Það láta þetta bara duga fyrir ykkur hrútur. En það er eitthvað nýtt tækifæri, ný byrjun. Það er verið að bjóða ykkur eitthvað hérna sem að þið þurfa að hafa bara svolítið þolinmæði með. Kemur ykkur hérna Night. Gæti verið naut með að stingit, þarf ekki að vera. Ég ætla að láta þetta. Bye.